Komiði sæl og gleðileg jól. Í þessum jólaþætti einu sinni var ætlum við að sýna gamlar fréttamyndir af jólaverslun og jólaundirbúningi all land frá árunum 1967 til 1975. Það sem vekur sérstaka athygli að mikill skortur var á raforku víða land á þessum tíma sem gerði það að verkum að menn þurftu að halda að sér höndum í jólaskreytingum og rafmagnsskorturinn gat líka komið niður á eldamennskunni á sjálfan aðfangadag. Mikið var að gera hjá kirkjunarmönnum á jólum að vanda og við skulum byrja á því að fylgjast með þegar verið var að æfa fyrir aftansöng í kirkjunni í Neskaupstað jólin 1970. Aftansöngur jóla hefst í flestum kirkjum í þéttbýli landsins og víðar þegar jólahelgin gengur í garðinn á stundar eða klukkan 6 og maður búast við að kirkjurnar verið þétt setnar þegar svo gott umferðar sem raun ber vitni en á aðfangadagskvöld, jóla- og páskadagsmorgun mun vera mest kirkjusókn á landi hér. Auk aftansöngva í kvöld verða guðsþjónustur haldnar 3 næstu daga víða land á jóladag, annan í jólum og 3. jólum sem ber upp á sunnudaga þessu sinni. Mikill prestaskortur var á þessum tíma sérstaklega á landsbyggðinni. Árið 1971 var prestlaust á Norðfirði og raunar víðar austanlands. Til gamans má geta þess að séra Þorleifur Kristmundsson á Kolfreyjustað þjónaði 3 prestaköllum eystra þessi jól, messaði í 5 kirkjum, skírði 31 barn og gaf saman 9 brúðhjón. Og hingað til okkar kominn biskup Íslands, herra Karl Sigurbjörnsson. Blessaður og velkominn og gleðilega hátíð. Gleðileg jól. Það var mikill prestaskortur á landinu í kringum 1970 til 73. Hvernig stóð á þessu? Það dálítið merkilegt, já. Það var mikill prestaskortur. Það voru mörg prestaköll ósetin og mætti mikið á þeim sem voru í starfi. Ég veit ekki hvað allir því. Það hafi verið lítið ungt fólk sem valdi sér þennan starfsvettvang. Það var mörguleiti erfiði tímar fyrir trú og kristni, átakatímar svona hugmyndarlega séð og þótti ekki vænlegur kostur að ætla sér að ganga í starf kirkjunar. Margir gengu út frá því að hún væri bara búin að vera, væri að telja út. Þannig að það vantaði víða presta. Við vorum fáir í guðfræðideild þegar ég útskrifaðist, þarna í byrjun árs 73. Hvert fórst þú þá? Til Vestmannaeyja. Ég vígðist prestur til Vestmannaeyja sem voru þá óbyggilegar því að íbúarnir voru allir komnir upp á land, flúnir undan eldinum. Svo það var nú ekki björguleg byrjun. Hvernig voru fyrstu jólin þar? Var það fólki komið? Já, svo flutti fólkið aftur þannig sumarið og haustið 73 og fyrstu jólin. Þau voru algjörlega ógleymanleg og einstæð því að það var allt á kafi í ösku. Öskuskaflar, það var eins og svartur snjór, jólasnjór yfir öllu en þetta var ótrúlega magnað vegna þess að þarna skildi maður kannski fyrst hvað þetta merkir sem sungið í jólasálminum. Í myrkrum ljómar lífsins sól, þegar Guði sé lof fyrir gleðileg jól. Þarna var myrkur, skammdegið og sortin yfir og svo mikið fólk búið að gangi gegnum gríðarleg áföll og mikla reynslu og mikla sorg og mikinn missi. En jólin, þessi yndislega hátíð með þessa dásamlegu birtu og gleði sem við all þráum, það var sterk upplifun. Kirkjan skiptir mjög miklu máli jólin hjá flest öllum og sumum finnst ekki vera komin í orð fyrir þeir heyra í kirkjuklukkunum, heyra þeir klingja klukkan 6 á aðfangadag. Kannast ekki við þetta annarkvort að fólk þá hlustar á messu í útvarpi eða að mjög margir fara líka í kirkju? Já. Jú, jólaklukkurnar eru náttúrulega alveg ómissandi partur af jólunum og söngurinn, jólasálmarnir. Þetta er hluti af hughrifum jólanna og þetta er mjög sérstakt og merkilegt í rauninni þetta sem gerist þegar að jólin ganga í garð.
þegar verður heilagt eins og gamla fólkið sagði klukkan 6 á aðfangadag. Mér finnst þetta alltaf jafn mikið kraftaverk sem að gerist bara í öllu samfélaginu þegar allt dettur í dúnalogn og klukkurnar hringja. Hvort sem það inn á heimilum eða bara úti í samfélaginu og stofnununum, hugsaði þér á öllum sjúkrastofnununum og heimilunum þar sem að fólk keppist við til þess að taka á móti þessari hátíð þegar að stundin rennur upp. Fólk sækir í það, eins og ég sagði, í þessi hughrif í sálmana, í söngin og að heyra söguna, jólasöguna. Og því að það í rauninni getur ekkert komið í staðinn fyrir hana. Sagan barnið í Betlehem. Og án þeirra sögu eru jólin ósköp innan tóm. Það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin gjörð var þá Kýreníus var landsstjóri á Sýrlandi og fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Fór þá einnig Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, því að hann var af húsi og kynþætti Davíðs, til þess að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem þá var þunguð. En á meðan þau dvöldust þar kom að því að hún skyldi verða léttari, fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, af því að það var eigi rúm fyrir þau í gistihúsinu. Og í þeirri byggð voru fjárhirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði í kringum þá og urðu þeir mjög hræddir. Og engillinn sagði við þá, verið óhræddir, því sjá ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum, því að yður í dag frelsari fæddur sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks, þér munu finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu, dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu með þeim mönnum sem hann hefur velþóknun á. Amen. Aftansöngur í sjónvarpssal var fastur liður á aðfangadagskvöld. Hér sjáum við fyrstu jólaguðsþjónustuna árið 1966, nokkrum mánuðum eftir að sjónvarpið tók til starfa, en aðstæður voru mjög frumstæðar.